Ísing og hálka án efa sá þáttur sem oftast veldur því að ökumenn bregðast rangt við aðstæðum og slys hlýst af. Það má í raun skipta hálku í 6 flokka. Fyrst skulum við líta á 4 tegundir hálku sem hvað auðveldast að greina. Það fer ekki á milli mála að hætta á hálku þegar héla fellur á veg, þegar hiti lækkar niður fyrir frostmark og loftið verður rakamettað. Það ágæt regla að ef hitamælir í bíl sýnir minna en 4 til 5 gráðu hita í lygnu veðri, þá ástæða til að fylgjast vel með aðstæðum og hafa í huga að hálka getur myndast samfara úrkomu eða þegar að bleyta á vegi. Það nokkuð ljóst að þegar að snjór á vegi, þá myndast hálka. Þegar rignir á ísaðan veg myndast flughálka sem getur reynst mjög hættuleg, sérstaklega þegar vindur Að lokum má nefna svokallaða hrímþoku, en það eru þegar kaldir vatnsdropar í þoku frjósa á vegi. Þessar tegundir hálku tiltölulega auðvelt að greina. Það hins vegar erfiðar að greina 2 tegundir hálku sem við skulum skoða nánar. Það getur verið erfitt að sjá þegar vatn sem fyrir á vegi frýs af völdum þess að hiti vegarins fer niður fyrir frostmark. Gildir þá einu hvort bjart sé af degi eða myrkur, því vegurinn glampar hvort heldur sem vatnið frosið eða ekki. Hálku sem myndast við svonefnda frostrigningu eða frostúða getur reynst erfitt að greina. Regnið frýs leið og það lendir á jörðu vegna þess að hiti á vegi undir frostmarki. Það eru nokkur atriði sem geta hjálpað okkur að greina betur þær aðstæður sem helst geta skapað hálku á vegi. Þar skiptir landslag og nánast umhverfi vegarins miklu máli. Fyrst má nefna að þegar himinninn heiðskýr í rökkri og á nóttu hættara við frosti. Yfirleitt kaldara á nóttunni þegar loftið þurrt, en við þær aðstæður getur dögg og raki myndað ísingu á yfirborði vegarins. Meiri hætta á næturfrosti á sléttlendi en í halla og meiri í dældum en uppi á hæðum. Á nokkrum vegaköflum á landinu aðstæður þannig að töluvert meiri líkur á að lúmsk hálka myndist þar en annar staðar. Dæmi slíka staði þegar að vegur liggur nærri árbökkum eða vatnsbökkum eða nærri fjöruborði. Þar sem svo háttar til meiri raki í lofti og sé frost getur ísing myndast staðbundið. Langidalur þar sem vegurinn liggur næst Blöndu dæmi þetta. Kúagerði á Reykjanesbraut dæmi stað þar sem vegurinn liggur nærri fjöruborði og sama má segja veginn Kollafjörð og eins geta brýr verið sérlega varasamar. Hætta á myndun hálku getur líka skapast þar sem staðbundið skjól við veginn, til dæmis af völdum skóga, kletta eða annars í landslaginu sem veitir skjól þar sem vegurinn liggur. Í velflestum bílum hitamælir sem gefur grófa hugmynd hitastig utan við bílinn. Það þó varasamt að treysta á slíkan mæli því það getur verið allt annar hiti niðri við jörðu en það sem mælirinn sýnir. Að lokum skal haft í huga að hiti lækkar því hærra sem farið og af þeim sökum algengt að frost sé á fjallvegum þótt hiti sé yfir frostmarki á láglendi.